Ágætu áheyrendur, velkomin til málstofunnar Íslendingasaga og afsprengi hennar. Við tölum þrjú í þessari málstofu. Ég heiti Úlfar Bragason og ég flyt fyrirlestur Fróður maður og vitur Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar. Gunnvör Sigríður Karlsdóttir flytur erindi sem hún kallar Íslendingasaga og Guðmundarsaga biskups og Sofía Guðný Guðmundsdóttir á erindi tvennum sögum fer saman, Aronssaga og Íslendingasaga. Ég mun hins vegar flytja erindi þar sem hún í Svíþjóð. Á síðustu áratugum hafa skoðanir breyst hvað varðar uppruna Íslendingasagna og flestir sem þær fjalla nú líta svo á að þær byggist bæði á munnlegri geymd og séu að vissu marki höfundaverk. Hins vegar hefur fátt nýtt verið skrifað heimildir samtíðarsagna. Ef til vill má rekja það til gagnrýnna viðhorfa sagnfræðinga til minninga og munnlegra sögu, en samtíðarsögur hafa einkum verið viðfangsefni þeirra, sérstaklega veraldlega samtíðarsögur. Theodore M. Anderson hefur í nýlegri bók The Partisan Muse in the Early Icelandic Sagas notað samtíðarsögur til að endurvekja þá gömlu skoðun að fornsögur hafi verið til í heilu líki í munnlegri geymd. Miklu líklegra eins og Carol J. Clover bendir á, að munnlegar frásagnir hafi tengst innbyrðis í huga áheyrenda í eins konar innri eða huglægri sögu. Það að menn hafi skoðað þætti sem sagðir voru sem hluta af stærri heild, til dæmis ævi Snorra Sturlusonar, án þess að þeir væru allir raktir í einni frásögn. Sturla Þórðarson talinn höfundur Íslendingasögu í svokölluðum Sturlungu formála. Íslendingasaga hryggjarstykkið í Sturlungu, samsteypu veraldlegra samtíðarsagna sem fjalla atburði 12. og 13. aldar og mun hafa verið sett saman 1300. Íslendingasaga hefur ekki varðveist sérstök eins og til dæmis Hrafnssaga Sveinbjarnarsonar. Líklega hefur hún frá upphafi átt að verða hluti að stærra sagnasafni. Aronssaga hins vegar eina samtíðarsagan sem ekki í Sturlungu safninu. Í fyrirlestri þessum þá verður fjalla bæði hvenær Íslendingasaga var til og tilefni hennar, heimildir og samsetningu. Flestir hallast að því að sagan hafi orðið til á síðustu árum Sturlu Þórðarsonar og hann hafi andast frá ókláruðu verki 1284. Finnur Jónsson taldi þó í bókmenntasögu sinni að Sturla hefði sagt söguna fyrir áður en hann fór til Noregs í fyrsta skipti 1263. Ekkert því til fyrirstöðu að hann hafi byrjað verki áður en hann fór utan. Minnum á að Resens bók, sem Stefán Karlsson kallaði Alfræði Sturlu, hefur líklega megin stefnu orði til á árunum 1250 til 1284. Í svokölluðum Sturlu þætti sagt frá fyrstu samskiptum Magnúsar konungs Lagabætis og Sturlu. Sturla á skipi konungs og skipverjar biðja hann að segja sér sögu og hann segir svo kallaða Huldarsögu. Þessi saga ekki varðveitt en sumir telja að þetta sé saga tröllkonuna Huld sem sagt frá í Ynglingasögu. Skipverjar segja að sagan sé góð enda sé vel frá sagt. Drottning og konungur höfðu ekki hlýtt á söguna og drottningin vill endilega heyra söguna og eftir að hann hefur flutt henni söguna, þá segir hún að hann sé fróður maður og vitur. Hér sem sagt sögumaður og hann hefur áheyrendur og í fyrra skipti þá ljóst að áheyrendurnir þekkja söguna vegna þess að þeir geta metið það að það sé vel frá sagt. Þeir eru semst í sama texta samfélagi þessa sögu. Drottningin var hins vegar dönsk og hún hefur ekki þekkt þessa sögu.
og það virðist jafnvel að Sturla hafi komið með hana skrifaða til hennar því að sagan lengri þegar hann flytur hana fyrir drottningu og konungi en þegar hann segir hana skipverju. Sögumæður gat alltaf stytt og lengt sögu eftir því hverjir hlustuðu á og hann gat gefið yfirlit yfir efni en svo gat hann líka sviðsett, fært þá sem koma við sögu á svið og látið þá tala saman. Hvað varðar tilefni Íslendinga sögu þá stendur í Sturlunguformálanum að Sturla hafi viljað rita samtíða viðburði eftir að Brandur biskup Sæmundarson lést 1202. Þetta sem sagt tilefni sem Sturlunguformálinn nefnir. Jón Jóhannesson sagði í formála sínum að Sturlungu að Íslendingasaga væri ómetaleg heimild fjörbrot þjóðveldisins, ég vil frekar kalla þetta goðaveldi, og hann sagði að þetta væri persónusaga og saga deilur og vígaferli. Og það rétt, efni Sturlungu fyrst og fremst deilur og vígaferli. Helgi Þorláksson kallaði söguna varnarrit fyrir Sturlunga, þáttöku þeirra í þessum deilum og flokkadráttum. En ég vil frekar vísa til bandaríska fræðimannsins Hayden White sem sagði í The Practical Past, síðustu bók sinni, að miðalda sagnfræðingar væru að svara spurningunni hvað þarf að gera. Og Sturla lýsir ástandinu á Íslandi eins og minnst á í Konungsskuggsjá, það að segja landi þar sem allir deila. Þetta hömlu, barði og auðnar óðal eins og það kallað í Konungsskuggsjá, en í Hákonarssögu sinni, Hákonarsonar, þá lýsir hann hinum réttláta konungi. Hann sem sagt að færa rök fyrir því að það sem þurfti að gera var að ganga Noregskonungi á hönd. Sturla nam hjá föður sínum og Snorra, hann var fæddur utan veltu hjónabandsins og ammans ól hann upp þangað til hún lést þegar hann var 7 ára og eftir það þá hefur hann vafalaust verið ýmist með föður sínum eða Snorra föðurbróður sínum. Hann hefur þekkt Styrmi Kárason sem einn kunnur rithöfundur á miðöldum og hann var prestur í Reykholti, skrifaði meðal landnám og kristnisögu og Sturla hefur vafalaust þekkt þetta. Hann hefur líka þekkt Lambkár Þorgilsson sem var ritari Guðmundar Arasonar. Hann sagður heimamaður á Staðarhóli en Sturla Þórðarson bjó lengst á Staðarhóli í Dölum. Jón Jóhannesson taldi að Sturla hlyti að hafa átt ágætt bókasafn og fengið handrit léð víða. Jón bendir á þetta í doktorsritgerð sinni landnámubækur því að Sturla bætir við heilmiklu efni úr Íslendingasögum í landnámugerð sína. Jón Jóhannsson bendi einnig á það að hann hlyti að hafa þekkt þær eldri samtíðasögur sem til voru áður en hann hóf sitt verk því að hann til dæmis sniðgengur að fjalla efni Hrafnssögu Sveinbjarnarsonar í sínu verki. Björn M. Olsen taldi að ættatölurnar í Sturlungu væru meira og minna frá ritstofu Sturlu og það ljóst að ættartölur eru eins konar skilningsgrind í sögunni. Það mjög mikið fjallað ættartengsl og einnig að það rakið tímanlega vísu en eftir kynslóð eftir kynslóð í sögunni. Breskur fræðimaður John Story hefur borið saman það sem gerist þegar við sitjum í dag með
myndir, ljósmyndir og erum að skýra hvað á ljósmyndunum, segja sögur í kringum þá jafnvel að fólkinu sem á þessum myndum, að þannig hafi fólk á miðöldum setið með ættartölurnar. Ættartölur voru mjög vanalegar hjá efnafólki. Það hélt utan sína ætt og það sat þá gjarnan telur þessi ágæti maður með ættartölurnar og rakti sögur í kringum þær. Jan Assmann hefur gert greinamun á það sem hann kallar communicative memory og cultural memory. Communicative memory þá það sem svona í manna minnum 80 til 100 ár aftur í tíman, en cultural memory frekar það sem Íslendingasögur til dæmis gætu verið byggðar á eða það sem í þjóðsögum. Hann segir, Jan Assmann, að þessar sögur, frásagnir, þær fylgi ákveðnum formgerðum og það hefur bent á það að það sé ákveðin mynstur í frásagnargerð fornsagna, ófríðamynstur og utanfaramynstur og þessar formgerðir eru einnig í Íslendingasögu notaðar. Í Sturlunguformálanum þá segir höfundur eða sá sem var ritstjóri samsteypurnar að Sturla hafi notað vísindi fróðra manna það sem hann ekki sjálfur mundi eða það sem hafði gerst fyrir daga hans og sumt af þessu hafi verið ritað niður. Hins vegar sagt að hann byggi mikið á því sem hann sjálfur heyrði og tók þátt í. Það mjög sjaldan vísað til heimildarmanna í Íslendingasögu. Björn M. Olsen taldi þó að Þórður Sturluson, faðir Sturlu, væri ein aðal heimildin fyrir fyrri hluta sögunar. Líklegast að Sturla hafi leitað til ráðsettra manna við aldur því að þeir þóttu trúverðustu vitnin á miðöldum. Hins vegar gátu til dæmis konur ekki vitnað í málaferlum og þær eru líka síður nefndar sem heimildarmenn á miðöldum. Þó til dæmis í Eyrbyggju vísað til Guðnýjar, ömmu Sturlu, og það þá ættvísi og mannfræði og það mjög líklegt að þær hafi kunnað slíkt. Sturla var sjálfur heimildarmaður líka því að hann var við mjög marga stór viðburði í sögunni eins og Apa-Vatnsför og í Örlygsstaðabardaga og hann var í hinu mikla brúðkaupi á Flugumýri þegar hann og Gissur Þorvaldsson ætluðu að sættast með því að gifta saman börn sín. Þetta brúðkaup var fyrir hina ægilegu Flugumýrabrennu. Guðrún Ása Grímsdóttir telur að listar yfir fallna og særða, til dæmis eftir Örlygsstaðafund, rætur að rekja til málaferla. Og þetta hefur líka verið skrifað niður því að þetta svo mikla nafnarunur. Magnús Jónsson taldi að það hefði verið skrifuð niður bréf eftir heimildarmönnum. Og hugmynd Magnúsar mjög sennileg enda bendir hann á formála Guðmundarsögu B til vitnis þetta. Þar segir að menn hafi verið búin að safna saman fjölda bréfa til að skrifa Guðmund en þetta hafi brunnið í kirkjubruna í Laufási. Það líka sagt frá því að Þórður Kakali hafi látið lesa fyrir Hákon Hákonarson mikla rollu viðskipti sín og Gissurar Þorvaldssonar og þar sem Þórður og Sturla voru bæði náfrændur og samstarfsmenn þá langlíklegast að Sturla sé höfundur þessarar rollu. Jan Assmann segir í Cultural Memory and Early Civilization að dauði sé oft upphaf
frásagna og eiginlega miðpunktur slíkra minninga. Og eins og ég áður sagði þá eru vígaferli mjög mikið efni Íslendingasögu. Carol J. Clover hefur bent á að frásagnilega málaferlum geti átt upphaf sitt við vitnaleiðslur vegna vígaferla, rétt eins og atburðakeðjan sem leiðir til mannfalls sé sögð í endurliti. Í Íslendingasögu er sagt frá vígi Snorra. Sturla Þórðarson og órækjasonur Snorra reyna að hefna þessa vígs. Órækja lætur drepa Klæng Bjarnason, fósturson Snorra, en þeir komast á vald Gissurar Þorvaldssonar og það er ákveðið að Kolbeinn ungi skuli kveða upp dóm í þessu máli og Sturla er látinn á fæðingardegi sínum á Ólafsmessu að sumri 1242 í miklu boði hjá Gissuri segja hver eru málavextir. Og hann er sem sagt kallaður til að inna þetta mál, en hann kveðst ekki myndu inna annað en víg Snorra hvað það sakar giftir þeirra. Og nú ekki líklegt að það sem að Sturla hafði haft heilt ár til þess að setja þessa sakagiftir niður fyrir sér og gat rakið hvað hafði gerst eftir dauða Snorra, að hann hefði verið búinn að skrifa þetta niður og reifað málið eftir því sem hann hafði skrifað, annaðhvort í formi bréfs eða rollu. Og þar með sé þá upphaf frásagnarinnar víg Snorra að leita í bréfum sem hann hafði skrifað löngu áður en Íslendingasaga var í raun tekin saman. Þakka ykkur fyrir. Komið sæl, ég heiti Gunnvör Sigríður Karlsdóttir og ætla að tala tengsl Íslendingasögu og Guðmundarsagna biskups. Forsagan er sú að ég rannsakaði Guðmundarsögur biskups frá 14. öld sem doktorsrannsókn á sínum tíma. Það er að ræða tvenns konar tengsl í Íslendingasögu við Guðmundarsögur biskups. Það er textalán úr Íslendingasögu og viss blæbrigðamunur á lánstextanum og það eru líka beinar vísanir milli sagna. Ofangreind tengsl verða sett í samhengi við tvær mismunandi tegundir biskupasagna, veraldlegar ævisögur biskupa og helgisögur. Það verður litið sérstaklega á samhengi Jarteinabókar Guðmundar og Íslendingasögu og að lokum nokkur atriði dregin saman. Það eru til 4 sögur á Guðmundi Arasyni frá fyrri hluta 14. aldar. Þær hafa verið auðkenndar Guðmundarsaga A, B, C og D og þessi auðkenni eru fengin frá Stefáni Karlssyni, handritafræðingi, og þau vísa til skyldleika við heimildir sagnanna sem nú eru varðveittar í Sturlungu. Það er að segja Prestssögu Guðmundar Arasonar og Íslendingasögur. Þær eru ekki til vitnis, þessi auðkenni eru hins vegar ekki til vitnis innbyrðis ritunarsamhengi þeirra. Og ritunarröðin eða ritunarsamhengið er talið vera að Guðmundarsaga B sé elst, af henni hafi verið samin Guðmundarsaga C, síðan komi Guðmundarsaga A og að lokum D-gerð. GA er þá skyldust Sturlungutextanum eins og auðkennið segir til og hún er ekki talin heimild neinnar annarar af þessum 4 Guðmundarsögum. Og það er þá einungis D-gerð sem er yngri ef hugmyndir Stefáns Karlssonar ritunarsamhengi er rétt.
B-gerð aftur á móti talin vera heimild C-gerðar sem hefur verið eignuð Bergi Sokkasyni og B-gerðinni fylgir einnig Jarteinabók Guðmundar Arasonar í lokin. C-gerð talin heimild Guðmundar sögu D sem eignuð Arngrími Brandssyni og af þeirri sögu eru til 2 mismunandi gerðir og Arngrímur hefur verið orðaður við þær báðar. Höfundar Guðmundar sögu A og Guðmundar sögu B eru hins vegar ónafngreindir. Tengsl Íslendingasögu og Guðmundarsagna má sjá þá bæði í textaláni og beinum vísunum. Guðmundarsaga A og Guðmundarsaga B eru mjög áþekkar finnst mörgum við fyrstu sýn en á tengslum þeirra við Íslendingasögu þó markverður munur. Og það má skýra mun þessara tengsla með mismunandi tegund sagnaritunar íslenska miðaldabiskupa. Og þar á ég við annars vegar veraldlegar ævisögur eins og til dæmis Árnasögu biskups, Lárentíus sögu og A-gerð Guðmundarsögu. En helgisögur aftur á móti af íslenskum miðaldabiskupum eru þá sögur Jóns Ögmundssonar, Þorláks Þórhallssonar og svo 3 helgisögur Guðmund Arason. Það rétt að víkja aðeins að innviðum helgisagna og ævisagna. Bygging íslenskra biskupasagna hefur verið greind niður í frásagnarhluta og þar á hefur Ásdís Egilsdóttir verið að verki. Og fyrstu 4 hlutarnir eru báðum sagnategundunum sameiginlegir. Það fæðing, bernska og æska sem fyrsti hlutin, annar hlutin biskupskjör, vígsluför og heimkoma, 3. hlutin biskupstíð og svo fylgir frásögn af andláti. En helgisögur hafa aukið 2 frásagnarliði. Þær hafa frásögn af beina upptöku dýrlings og skrínlagningu þeirra, translasjó, sem var liður í því að lögfesta dýrlingshelgi. Síðan fylgir Jarteinabálkur að lokum sem var hinn endanlega sönnun þess að helgan mann væri að ræða. Og án beina upptöku og Jarteinaþáttar ekki helgisögur að ræða, heldur þá fremur veraldleg ævisaga á ferðinni. Biskupstíðin sem sótt í tilfelli Guðmundarsagna A og B sótt til Íslendingasögu. Þetta persónulegasti og sjálfstæðasti hluti biskupasagna og í þessum þætti lýst stjórn og öðrum siðvenjum biskups, daglegum háttum, bænrækni og annarri guðrækilegri iðju. En þó svo að frásagnarhluti biskupasagna, frásagnarhluti biskupstíðar, væri ekki jafn fast mótaður og aðrir frásagnarhlutar. Var honum ætlað að sýna biskup í jákvæðu ljósi og draga fram hans biskupslegu dygðir. Og frásagnaratriði voru því valin samkvæmt því hvort sem ævisögu eða helgisögu væri að ræða, en helgisagan hafði auðvitað strangara form. Guðmundarsaga A og Guðmundarsaga B eru samsteypurit eldri heimilda sem eru að hluta til þær sömu. Guðmundarsaga A hefur auk Íslendingasögu pressögu Guðmundar fyrsta æviskeiðið. Þá innslag frá Arons sögu í biskupshluta Guðmundarsögu A og líka innskot annála sem gerir þessa sögu sérstaklega króníkulega, verði ég að segja. B-gerðin hefur sem sé viðbætur við biskupssöguna sem ókunn heimild, hefur ókunna heimild að baki, og þar meðal annars nokkuð þekkt varnaræða Guðmundar á biskupsfundi í síðari utanstefnu og síðan fylgir Guðmundarsögu B, Jarteinabálkur og Jarteinabálkurinn ótvírætt vitni það að hér höfum við helgisögu þó að sagan sé á köflum
líkist á köflum ekki beint helgisögu. En texti Íslendingasögu ekki nýttur alveg á nákvæmlega sama hátt. Höfundur Guðmundarsögu A tekur meira efni frá Íslendingasögu en það sem varðar Guðmund beint. Hann rekur deilur Káls Guttormssonar og Halls Guttormssonar sem voru bændur í Eyjafirði og segir frá margvíslegum átökum íslenskra höfðingja og stjórnmálavafstri þess tíma. Það líka frásagnarþáttur og eins konar kynning á ýmsum höfðingjum Sturlungaaldar sem flýtur með biskupssögunni í Guðmundarsögu A. Svo ætla ég rétt að nefna að það viss efnis- og blæbrigðamunur á frásögn Guðmundarsögu A og Íslendingasögu af drápi Tuma Kolbeinssonar á Hólum 1222, Grímseyjarbardaga sem haldinn var til að, eða sem efnað var til þess að hefna Tuma og svo eftirmála Grímseyjarbardaga. Þetta tilheyrir eiginlega frekar umfjöllun Aronssögu og ég ætla ekki að tala meira það hér. En Soffía Guðný Guðmundsdóttir kemur á eftir og talar Aronssögu og ég eftirlæt henni þetta svið. Höfundar Guðmundarsögu B, hann tekur frásagnarhluta biskupstíðar Guðmundar upp úr Íslendingasögu líkt og GA eins og ég hef nefnt áður. En þó á þann hátt að hann sleppir því efni sem ekki varðar Guðmund beint og sem ég var að telja upp hér áðan. Það að segja, það ekkert sagt frá átökum Halls og Kálfs í Eyjafirði og það ekki fyrirnefnd kynning á íslenskum höfðingjum. Það koma einnig fyrir viss blæbrigði á milli frásagna GA og GB af sömu atburðum. Þannig segir til dæmis í Guðmundarsögu A. Kolbeinn fékk steinshögg í bardaganum og kom það högg í ennið og féll hann við. Var það hans banasár. En Guðmundarsaga B bætir við. Ekki varð víst hver steini þeim hafði kastað Kolbeini varð að bana og engin maður veit það enn í dag en það frásögn þeirra manna þar voru að úr lofti ofan sá þann stein fljúga. Hér sem sé komin ótvíræður helgisagnablær á frásögnina í GB. Ég ætla að snúa mér næst að vísunum. Það vísun í Íslendingasögu klausa Hjarteni Guðmundar biskups sem einnig í Guðmundarsögu A. En veturinn var hann, þar að segja Guðmundur á Breiðabólstað í Steingrímsfirði með Bergþóri Jónssyni og urðu þar margir hlutir þeir frásagnar væru verðir og Hjartenum þótti gegna, þó það sé eigi ritað í þessa bók, bæði það biskup átti við flag það þeir kölluðu Selkollu og margt annað. Vegna eyðu í aðalhandriti Guðmundarsögu B ekki hægt að greina hvort klausan hafi verið þar á sambærilegum stað. Hins vegar kallast þessi klausa á við frásögn af Selkollu í Hjartenabók Guðmundar sem þá síðasti hlutinn af Guðmundarsögu B en hefur ákveðið sjálfstæði gagnvart þeirri sögu. Hjartenabók Guðmundar sem eða hlutar hennar þá varðveittir í 3 handritum. Það sem loka hluti Guðmundarsögu B í aðalhandriti þeirrar sögu. Það slitur úr henni í Reykjafjarðarbók en fyllri texti í AM 204 fóljó sem talið ritað eftir texta Reykjafjarðarbókar á meðan að hún var heil. Hjartenabálkurinn óvenjulegur á þann hátt að hann geymir ekki einvörðungu hjartenir eftir dauðan eins og hjartenabálkar átt að gera sem sönnun helgi eftir dauða dýrlings, heldur einnig lífssögulegt efni af ýmsum toga sem réttu hefði þá átt að vera inni í sjálfri lífssögunni, prestssögunni eða biskupshlutanum eftir atvikum. Hjartenabókin hefur þegar á allt litið svipmót ófullburða helgisögu með þáttum frá biskupstíð Guðmundar,
með frásögn af útförans, aðdraganda að beina upptökunni og jarteinum eftir dauðan, eins og vera bar. Það ekki nóg að það sé vísað til jarteinabókarinnar, hún vísar einnig í tvígang í Íslendingasögu og segir þar, svo sem Sturla Þórðarson segir í Íslendingasögu að þá varð margt til frásagna í jarteinum og spásögum og fáheyrðum tíðindum þeim gerðust í hans utanferð, þeirri hann kom út á Borðeyri í Hrútafirði. Og það önnur, það vísað í þetta sama aftur, svá sem Stulla sagði í Íslendingasögu og urðu þá enn margir merkilegir hlutir í ferðum hans. Það ekki getið útkomu Guðmundar til Borðeyrar í Íslendingasögu sjálfri, hún ekki nefnd fullum fettum. Allavega ekki varðveitum textanum eins og hann í dag, en það samt ljóst að þessum tilvísunum sem ég var að lesa hér áðan að Sturla hefur þekkt til atburða sem urðu í síðari utanstefnu Guðmundar biskups. En það hefði líklega ekki samrýmst veraldlegu sagnariti eins og Íslendingasögu að hafa þar jarteinasögur eða annað helgisagnaefni. En það má sjá ákveðið samspil milli Íslendingasögu og jarteinabókar Guðmundar og það varla tilviljun. Það engin efnisskörun finnanleg milli þessara tveggja rita. Eina dæmið efnisskörun þá við texta sem komin frá pressögu Guðmundar. Jarteinabókin fyllir aftur á móti finnandi skarð í Íslendingasögu, bæði hvað ýmsar frásagnir af ferðalögum Guðmundar og annað veraldlegt efni varðar, en einnig þá jarteinir í lifanda lífi biskups. Og það gegndi nokkuð öðru máli frásagnir af jarteinum í lifanda lífi biskupa eða dýrlinga og jarteinaefni eftir dauðan. Það var líklegra að jarteinir í lifanda lífi flytu með inni í sjálfri lífssögunni. Það var reynt að fá Guðmund biskup tekin í heilaramanna tölu á biskupstíð Jörundar Þorsteinssonar, en Jörundur stóð þvert gegn þeim málstað af kirkjuréttarlegum ástæðum. Það frásögn í jarteinabókinni af tilraun til að fá bein Guðmundar tekin úr jörðu sem helgan dóm sem tímasett við 8. starfsár Jörundar sem var 1275. Og það má geta þess að ef að formlegri vegsömun dýrlinga fylgdi krafa helgisögu þeirra sem að gegndi margvíslegu hlutverki en meðal annars því að lesið var upp úr slíku riti á messudögum viðkomandi dýrlings. Formáli biskupssögunar í Guðmundarsögu B og ég þá að tala heildarsöguna formála að biskupstíð Guðmundar segir frá vilja vina og frænda Guðmundar til að rita sögu hans en að safnbréfa eða sem sé frásagna til þeirrar sagnaritunar hafi brunnið í Laufáskirkju og kirkjubruni varð í Laufáskirkju 1258 marka má annála. Í sama formála segir að nú séu allir dauðir hana, þar segir Guðmundarsögu, hafi ætlað langa að gera. Það má því ætla að næsta kynslóð eftir vini og frændur Guðmundar, þar segir kynslóð Sturlu Þórðarssonar, hafi staðið að einhvers konar sagnaritun Guðmund á árunum eftir 1258. Jarteinabók Guðmundar sem í raun brotakennd lífssaga með jarteinasafni gæti verið tilraun til slíkrar ritunar. Aldur jarteinabókarinnar óviss, líklega hófst söfnun til hennar eftir brunan í Laufási 1258. B-gerð Guðmundarsögu sem jarteinasafnið fylgir að líkindum samin þegar 1315 þegar Guðmundur var lýstur
helgur maður, en það verður að hafa í huga að jarteinabækur voru hins vegar í stöðugri endurnýjun á meðan að kraftaverk urðu fyrir áheit á dýrlinginn og yngsta frásögnin í jarteinabók Guðmundar er frá 1319 sem er væntanlega þá eftir að helgisagan varð fyrst til, þar að segja Guðmundarsaga B í þeirri gerð sem við þekkjum hana. Sturla Þórðarson þekkti vel til Guðmundar og efnislegt samhengi jarteinabókarinnar við Íslendingasögu ásamt áðurnefndum vísunum gæti bent til þess að Sturla væri einmitt einn af aðstandendum jarteinabókarinnar, en það kemur líka fram í jarteinabókinni og formála að Guðmundarsögu að hún sé í rauninni margra manna verk. Ég ætla aðeins að renna í fljótheitum yfir það helsta sem ég hef drepið á. Það er í 2 af 4 sögum Guðmund biskup, A og B, eru textatengsl við Íslendingasögu, annars vegar langstexti biskupstíð Guðmundar og hins vegar beinar vísanir. Guðmundarsaga A hefur verið talin til veraldlegra ævisagna biskupa vegna efnisvals, byggingar og framsetningar, meðal annars vegna þess að jarteinaþáttinn vantar, þó að við getum ekki verið viss það vegna varðveislu Resensbókar. Textalági A frá Íslendingasögu samræmist í grófum dráttum veraldlegri ævisagnaritun biskupa. Og með þeirri undantekningu þó að það eru ekki miklar tilraunir gerðar til þess að fegra mynd biskups, en þó sér maður því bregða fyrir. Ef við víkjum að Guðmundarsögu B, þá er minna tekið upp að texta af Íslendingasögu þar biskupstíð Guðmundar í sjálfa lífssöguna og aðeins það sem snertir biskup beint. Efnisvalið styrkir Guðmundarsögu B sem helgisögu. Það hafi verið gerðar smávægilegar breytingar á texta Íslendingasögu í GB sem samrýmast helgisagnaritun. Jarteinabók Guðmundar er safn til helgisögu hans sem líklega hefur orðið til á biskupsárum Jörundar Hólabiskups og virðist hafa verið sjálfstæð ef marka má varðveisluna í 3 handritum. Ekki voru forsendur innan kirkjunnar fyrir ritun helgisögu Guðmundar fyrr en 1315, en efnisval jarteinabókarinnar verður skiljanlegra ef litið er á það í samhengi við Íslendingasögu og tengsl Sturlu Þórðarssonar sagnaritara við Guðmund biskup Arason. Takk fyrir. Ég mun nú flytja erindi Soffíu Guðnýjar Guðmundsdóttur 2 sögum fer saman, Arons saga og Íslendingasaga. Eins og ég sagði áður þá er Soffía stödd í Svíþjóð. Aronssaga Hjörleifssonar er ekki sérlega löng en textalendur hennar víðfeðmar. Auk sambands hennar við Íslendingasögu og Guðmundarsögu biskups, sem brýnt verður nánar hér á eftir, koma fleiri verk í Sturlungu til athugunar þegar tekist á við greiningu sögunar og stöðu meðal samtíðarsagna, til að mynda Þórðarsaga Kakala, Þorgilssaga Skarða, ættatölur og Sturlu þáttur og aðra gerðir Guðmundarsagna. Á þessu víða samhengi verður aðeins drepið hér og rétt að hefja máls þar sem 2 sögum fer saman, hinni miklu Íslendingasögu, Sturlu Þórðarssonar, og sögu Arons, en vegna slakrar varðveislu hennar kemur Guðmundarsaga A inn í samanburðinn. Áhugi fræðimanna hefur einkum beinst að tengslum Íslendingasögu og Aronssögu, en hér verður reynt að víkka sjónarhorn, greina þá þætti Aronssögu sem eru á aðra lund en í Íslendingasögu og merkingu þeirra. Aronssaga er aðeins til óheil í einu skinnhandriti frá upphafi 15. aldar og síðari alda afritum þess
2 stærri textaeyður og 1 minni í sögunni en sem ekki verða bættar til fulls. Þó vill svo vel til að Arons saga ein heimilda Guðmundarsögu A ásamt Íslendingasögu og Annálum og Guðmundarsaga A fylgir Arons sögu að mestu leyti í þeim pörtum hennar sem tapast hafa. Samanburður Íslendingasögu og Arons sögu snýst iðulega heimildagildi þeirra eða rittengsl. Báðar segja frá nærliðnum atvikum en tilgangur og eðli sagnanna mismunandi. Annars vegar hinn mikla og viðtekna frásögn Sturlu sagnaritara og hins vegar ævisaga Arons. Vel hliðholl sínum manni og oftast talin yngri. Björn M. Olsen sem kannaði möguleg rittengsl sagnanna taldi þær óháðar hvorri annari en frávik mætti skýra með mismunandi frásögnum heimildarmanna sem í tilfelli Arons sögu gengu lengur í munnmælum en áður en þær voru skráðar. Almennt Arons saga talin upprunin hjá ættmennum Arons. Björn M. Olsen nefndi Ólaf ábóta á Helgafelli sem dó 1302, bróður Arons, sem líklegastan heimildarmann höfundar Arons sögu og hafa ýmsir tekið undir það. Nýveri hefur Úlfar Bragason þó bent sjónum sérstaklega að Seldælum, ætt á Vestfjörðum, ættingjum Arons sem urðu eins konar aðall á 14. öld og héldu ef til vill minningu Arons og konungs hylli hans á loft með ritun Arons sögu. En hvað ber helst sundur í frásögnum Íslendingasögu og Arons sögu? Hvaða hlutverki gegnir breytileggi frásagnanna, ekki síst í Arons sögu sem hefur stundum verið talin ritu til varnar Aroni? Á þessi atriði verður litið nánar hér á eftir. Forsagan, hið stærra atburðasamhengi sem birtist í Íslendingasögu og Guðmundarsögu A og öðrum Guðmundarsögum sem Gunnvör hefur nefnt, ekki partur af frásögn Arons sögu. Hún segir til að mynda ekkert af því að þegar Aron gengur til liðs við Guðmund biskup hafi hann átt í erjum við norðlenska höfðingja árabil og var nýkominn heim úr fyrstu útlegð sinni í Þrándheimi. Samkvæmt öðrum Guðmundarsögum, það Guðmundarsögu B, C og D, þurfti biskup að svara erkibiskupi þar fyrir athafnir sínar og embættisverk, meðal annars hvernig stæði á því að hann væri svo oft viðstaddur bardaga. Íslendingasaga og Guðmundarsaga A hafa það efni ekki né heldur Aronssaga en mögulega hefur sú gagnrýni engu að síður mótað efnistök í átakalýsingum Guðmundarsögu A og Aronsögu. Sameiginlega frásagnir Íslendingasögu og Aronsögu með Guðmundarsögu til hliðsjónar 7 talsins. Það dráp Tuma Sighvatssonar á Hólum 1222, það Grímseyjar för vor og sumar 1222, Aron og heimsókn hans að Svínarfelli í Öræfum sumari 1222, Aron í Geirþjófsfirði á Vestfjörðum sumari 1224, Aron við Valshamar síðla haust 1224 og dráp Sigmundar Snaga 2. janúar 1225 og Aron í Noregi og Jórsölum sumarið 1225 og síðar. Nú víkur sögunni að drápi Tuma Sighvatssonar. Fyrri stóra textaeyðan í Arons sögu hefst í miðjum aðdraganda þess að menn Guðmundar biskups með Eyjólf Kársson, Einar Skemming og Aron í broddi fylkingar sækja að Tuma Sighvatssyni á Hólastað. Aðalhandrit Guðmundarsögu A, það að segja Resens bók, líka skert hér og afrit hennar 1 til frásagnar.
Umgjörð Íslendingasögu og Guðmundarsögu A eftir Aronsögu sú sama. Á jólaföstu 1221 rökklast biskup frá Hólastað út í Málmey með 70 menn en Tumi yfirtekur staðinn. Íslendingasaga gefur enga skýringu á aðförinni en samkvæmt Guðmundarsögu A og fleiri Guðmundarsögum ræður guðleg forsjón för biskupsmanna og þeir hafa brýna og réttmæta þörf fyrir vistir frá hólum sem Tumi hefur tekið yfir. Í stað þess að Tumi sé svældur út með eldi bardagaseni í Guðmundarsögu A sem fegrar hlut biskupsmanna þegar þeir ráðast gegn Tuma. Þar fer Aron fremstur í flokki og særir Tuma en 2 nafnlausar vísur fleigaðir í textan til sannindamirkis bardagan. Önnur fall Tuma en hin framgöngu Arons. Annað frávik í lokin þar sem Einar skemingur deyr í Grímsey, ekki í Málmey eins og Íslendingasaga segir, og hefst þar þá frásagnaþráður sem gengur í gegnum nær allan eftirleikinn af falli Tuma. Grímseyjar för var hefndarför Sturlu Sighvatssonar og Sighvats Sturlusonar á hendur biskupi og var meiri háttar og afdrifaríkur atburður sem sagnir og málatilbúnaður hefur orðið af á báða bóga. Liðsmunur sagður meiri í Aronsögu en í Guðmundarsögu A sem fylgir Aronsögu efnislega, nefnir sama fjölda árásamanna og Íslendingasaga og virðist hér taka mið af báðum heimildum. Fullhuginn Aron ber vopnu Tuma í Grímsey líkt og hermaður Guðs samkvæmt Aronsögu. En Íslendingasaga tvítekur draum Arons biskupsskikkjuna sem gerir meira úr vernd biskups yfir Aroni en spásagan í Aronsögu þar sem biskup fullyrðir að þeir 2 muni sjást aftur. Sturla Sighvatsson rómaður í upphafi senunar í Aronsögu og aftur fyrir að sýna Aroni drengskap í bardaganum en Sigmundur Snægi kemur fyrst í veg fyrir að Aron komi banahöggi á Sturlu en vanvirðir síðan lík Einars skemings banamanns Tuma. Þegar Aronsaga lýsir því hvernig Aron vopnar sig með öryggri brynju og góðum hjálmi og sterkri hlíf, hið 4. vopn var mikið sax sem stór sverð, eins og sagan segir, má taka herklæðin til marks að hann taki þátt í guðlegu stríði. Slík lýsing til að mynda orðuð Guðmund biskup í 34. vísu Guðmundar drápu eftir Árna Ábóta Jónsson frá 14. öld. Þar segir: Búning átti biskup vænan, blíður að hafa í guðlegu stríði, biturlegt sverð með hjálmi hörðum, hraustan skjöld og brynju trausta. Þetta í takt við metaforuna Krists-riddarann og herklæði Guðs og ef til vill viðbragð við gagnrýni á aðild biskups að bardögum. Eftir atlögu Sturlu og manna hans stóðu spjót svo þykkt á Aroni að hann fékk ekki fallið en var þó minna særður en Sturla hélt hann gekk frá. Eyjólfur Kársson sem kom þá Aroni undan á báti en mætti síðan örlegum sínum í eynni. Þeim atburðum lýst í Íslendingasögu og ítarlegar í Aronsögu og með nokkrum atvika mun. Málalok í Grímsey verða þau að biskup missir 10 eða 11 menn og fluttur burt með harðræði. Hann biður Guð að hefna sín og bænheyrður því að hálfur 4. tugur manna þeirra feðga drukknar í aftaka veðri á heimleiðinni.
Seinni stóra textaeyðan í Arons sögu hefst þar sem Eyjólfur kemur Aroni út á bát og er Guðmundasaga A þá ein til frásagnar á móti Íslendingasögu. En Arons saga hefst aftur þegar Aron fer austur land undan hefnd Sturlu. Íslendingasaga segir einnig af þeirri ferð. Aron kemur að Svínafelli í Öræfum og Íslendingasaga og Aronssaga lýsa handtöku Arons á Svínafelli þar sem Ormur Svínfellingur vill drepa Aron fyrir Sturlunga en Þórarinn Jónsson bróðir Orms krefst lausnar hans uns Ormur lætur undan. Í Íslendingasögu fer Aron vestur á Rauðamel til móður sinnar og síðan að Eyri til Hrafnssona, en Aronssaga og Guðmundasaga A rekja atvikin á Svínafelli og ferðir Arons í mun lengra máli með 3 vísum líðsinni Þórarins. Athyglisvert er hversu mikið gert úr hlut Þórarins Jónssonar við björgun Arons, en Þórarinn var liðsmaður Sighvats og Sturlu og safnaði liði í Skagafirði fyrir Grímseyjarför og tók þátt sjálfur með Sturlu og Sighvati í þessari för. Sumarið fær Sturla Aron og fleiri biskupsmenn dæmda vegna Grímseyjarfarar og var Aron dæmdur skógarmaður. Í næsta parti sögunar, allt þar til Aron kemst úr landi, hann á flótta undan Sturlu. Þar styðst Guðmundasaga A fremur við Íslendingasögu en Aronsögu og rekur ferðir hans rækilegar og tilgreinir mun fleira fólk sem liðsinnir Aroni í útlegðinni. Með því að nafngreina viðkomu staði Arons og fólk sem tekur við honum birtir Aronssaga það bakland sem hann átti gegn árásum Sturlu samkvæmt sögunni. Aron nýtur meðal annars Þorláks Ketilssonar í Hítardal, fóstra þeirra Sturlu Sighvatssonar, en var síðan í felum hjá frændum sínum á Barðaströnd lengstum þeim Eyvindi og Tómasi Þórarinssonum og þeir voru syni Ragnheiðar Arnórsdóttur úr Selárdal sem var afasystir Arons. Tómas var kvæntur Höllu, dóttur Þórðar Sturlusonar. Þegar Eyvindur og Tómas geta ekki haldið Aron lengur fyrir þeim stórbokkum sem í hlut áttu, fer Aron loks að Eyri til sona Hrafns Sveinbjarnarsonar. Vera má að Íslendingasaga gefi ekki þessar upplýsingar til að gera ekki meir úr liðsinni ættingja Sturlu sakreitara við Aron en tilefni var til. Íslendingasaga segir einnig frá sekt Arons og máli Sturlu Sighvatssonar á hendur Hrafnssonum fyrir bjargir við hann og að staða Böðvar Þórðarson, bróðir Sturlu Þórðarssonar, handsali 1000 fyrir þá á þingi. Liðveisla Þórðar, föður Böðvars og Sturlu, býr eflaust að baki enda mikill vinur biskups. Hvað liðsinni Þórarins Jónssonar varðar má nefna að Brandur, síðar biskup á Hólum, var einnig bróðir Þórarins, en að auki kvæntist Þorvarður, sonur Þórarins, Sólveigu Hálfdánardóttur frá Keldum, móðir hennar var Steinvör Sighvatsdóttir frá Grund, og annar sonur Þórarins, Oddur, átti Randalín. Hún var dóttir Filippusar sem var feðra hálfbróðir Hálfdánar á Keldum og bræðurnir Filippus, Haraldur og Vilhjálmur eru allir nefndir í Aronssögu og Haraldur kemur Aroni til Noregs vegna vináttu við biskup. Þetta fólk, tengsla fólk af ættum Seldæla, Oddaverja og Sturlunga er margt einnig nefnt til sögu í Þórðarsögu Kakala sem á fleira sammerkt með Aronssögu eins og drepið verður á hérna á eftir.
Íslendingasaga og Aronsaga, þeim ber saman málavexti tveir heimamenn úr Vatnsfirði koma að Aroni í Nausti og veita honum lið gegn 3 mönnum Sturlu eftir að Aron segir þeim draum sinn þá nóttina að biskup legði skikkju sína yfir hann. Við upphaf bardagans síðasta og minnsta textaeyðan í Aronsögu og fyllt með Guðmundarsögu A í útgáfum, en sá texti fer býsna nærri Íslendingasögu og óvíst hvort Aronsaga var samhljóða. Eftir átökin kemur Aron félögum sínum til græðslu hjá Hrafnssonum. Þegar þeir snúa aftur til Vatnsfjarðar lýsa Íslendingasaga og Aronsaga vinsamlegri afstöðu Þorvalds Vatnsfirðings til Arons þrátt fyrir að Aron hafi áður farið að honum með Hrafnssonum. Eftirleikurinn í Íslendingasögu þar sem flóttabát Arons rak til föður Sturlu sagnaritara á Eyri má ef til vill skilja sem tákn til eyrarmanna undankomu Arons eða sem beina aðkomu þeirra flutningi hans yfir Breiðafjörð. Aronsaga tengir hins vegar fólkið á Lokinhömrum við bjargir Arons hér, enda þótt Helgi, eiginmaður Þuríðar Hrafnsdóttur frænku Arons, hafi fallið í liði Sturlu Sighvatssonar á Örlygsstöðum, var sonur þeirra Guttormur Körtur, samherji Hrafns Oddssonar á Eyri, síðar meir, og hér ráða tengslin við Seldæli ríkjum í frásögninni. Íslendingasögu og Aronssögu bera miklu leyti saman atvik hér þegar lýst Aroni á Valshamri. Sturla fær njósn af Aroni á Valshamri en Aron og Hafþórir móðurbróðir hans leynast í greipahúsum þegar Sturla ríður í gard eftir myrkur með 15 menn, samkvæmt Íslendingasögum en með 11 menn í Aronssögu. Framganga Arons við Valshamar virðist lítt hetjuleg í Íslendingasögu þegar hann sendir Hafþóri út á undan sér og Jópinn dauðan, en björgun Arons úr mannhring Sturlu verður fyrir tilverknað guðlegrar íhlutunar Lísa birtist við hamarinn og mennirnir líta af Aroni. Aronsaga gefur aðra mynd af atvikum þar sem Aron kemur betur fyrir þó guðleg vernd komi einnig við sögu. Athyglisvert að Aronsaga telur fylgdarmenn Sturlu færri en Íslendingasaga og búast mætti við að munurinn væri á hinn veginn eins og í frásögnum af Grímseyjarför. Þá það dráp Sigmundar Snaga. Íslendingasaga í raun ein til frásagnar drápið. Á 9. degi jóla fer Aron við annan mann að eyði húsum að Sigmundi Snaga sem hann telur settan til höfuð sér. Aron býður Myrkus úti en hinn fær beina á bænum. Þegar Sigmundur þarf út að sækja börnum sínum vatn fer hann með og talar hátt en Aron leggur í gegnum Sigmund þegar hann kemur inn úr dyrunum. Aronsaga skautar því sem næst framhjá drápi Sigmundar en segir: einhver dag urðu þar þau samskipti að Sigmundur var drepinn með skjótum atburð, því að Sigmundur var úti staddur, en það dró til þess verks með öðru að Aroni þótti hann hafa sest til höfuð sér, þóttist hann og eigi meiga þola að óhemmt væri vígsa Hafþóris frænda síns. Sæst var síðan á víg Sigmundar við sonu hans og dæmdi Heinrekur biskup málið og Brandur síðan var biskup á Hólum.
Lýsingar Aronsögu á ávirðingum Sigmundar Snaga í Grímsey, bæði í garð Arons og við lík Einars Skemings, gefa til kynna að dráp Sigmundar sé ámælisverðasti gjörningur Arons á Íslandi. Jafnvel sá huglausasti og þurfi þar að leiðandi mestar varnir eða útskýringar við. Augljóslega merkir það einnig að frásögn á borð við Íslendingasögu hefur verið kunn þeim sem setti Aronsögu saman. Frásagnaþráðurinn Sigmund Snaga og hinn stuttaralega frásögn hér benda til þess að slík texta samhengi milli Íslendingasögu og Aronsögu sé ótvírætt til staðar og þær kallast á þau atvik sem báðar greina frá, trúlega Aronssaga yngri og ákveðið viðbragð við Íslendingasögu, en það dregur ekki úr merkingu hennar eða þeirri fortíðarmynd sem hún lýsir. Og þá síðasta sameiginlega efnið sagt frá Aroni í Noregi og Jórsölum. Íslendingasaga og Aronssaga segja í stuttu máli frá ferðum Arons eftir dráp Sigmundar uns Haraldur Sæmundarson í Odda kemur honum í skip. Í Íslendingasögu fer Aron til Hákonar konungs, gengur því næst til Jórsala og gerir síðan hirðmaður Hákonar. Í frásagnarlok vísa Ólafs hvíta skálds, bróður Sturlu Þórðarsonar, Aron og Jórsala ferð hans. Hún einnig í Guðmundarsögu A og í Aronsögu. Í Aronsögu fer Aron til Skúla Jarls en gengur til Jórsala í óþökk hans og leitar ásjár Hákonar konungs þegar hann snýr aftur. Konungur tekur við honum, fær honum kvonfæng, híbýli og embætti og hefur Aron í metum til dauðadags. Og sagan rekur mjög lofsverð ummæli konungs Aron. Seinni hluta Aronsögu sem gerist að mestu í Noregi hefur mun minna verið fjallað en atburðina á Íslandi. Þær eru engu að síður mikilvægar vísbendingar hvaðan þær minningar sem Aronssaga byggir á gætu verið sprottnar. Einkum eru samskipti Arons og Bárðar bróður hans við Þórð kakala athyglisverð í því samhengi. Í stuttu máli Þórður kakali Sighvatsson í Þrándheimi þegar fréttir berast af Örlygsstaða bardaga þar sem faðir hans og bræður voru strádrepnir og falli annar ættingi hans þar. Vinir hans láta sig hverfa utan skósveinn hans og Bárður bróðir Arons sem líka ytra og hélt sig í skemmd hann með Þórði. Því að vegir hans, eins og sagan segir, lágu til Íslands og vildi hann hallast til við hann og tók Þórður því vel en Aron lagði þar ekki til. Bárður talar í milli Arons og Þórðar og verða þau málalok að Aron tekur við Þórði og kemur honum aftur í vináttu við Hákon konung sem lagði fæði á hann vegna drykkjuláta. Á móti felur konungur Þórði að veita Aroni fylgi á Íslandi til allra mála sem Aron þóttist eiga þar og fékk hann þá sætt og sýkn með styrk Þórðar og frænda sinna eins og sagan segir. Við nánari athugun á Bárði kemur tvennt athyglisvert í ljós. Annars vegar að hann sá eini af bræðrum Arons sem kemur fyrir að einhverju marki í Aronsögu, fyrst þegar þeir tveir fara ásamt móður sinni í Hítardal til Þorláks Ketilssonar, næst þegar Aron kemur að Rauðamel eftir útreiðina á Svínafelli og loks við ofangreinda atburði í Noregi. Bárður gæti sem best verið sá heimildarmaður sem höfundur Aronsögu hafði frásagnir eftir. Í það minnsta var hann lengst með móður sinni samkvæmt sögunni og viðstaddur suma atburði sögunar að auki.
Hitt atriði varðar tengsl Bárðar og Þórðar Kakala því samkvæmt Þórðarsögu Kakala og ættartölukafla Sturlungu, að minnstakosti í sumum handritum, var Bárður Hjörleifsson kvæntur Valgerði Sighvatsdóttur á Ballará, laundóttur Sighvats Sturlusonar og hálfsystur Þórðar. Og þeir eru áreiðanlega bandamenn því samkvæmt sögu Þórðar var Bárður með Þórði í Flóabardaga. Ef Bárður var kvæntur Valgerði þessari, þá eiga þeir Þórarinn sem bjargar Aroni á Svínafjalli og Þórður Kakali einnig snertipunkt í Steinvöru á Hálfdáni á Keldum og þeirra fólki samber það sem fyrr var sagt tengsl Seldæla, Sturlunga og Oddaverja í baklandi Arons. Þar mætast sem sagt ættirnar og Arons saga sem dásamar Sturlu Sighvatsson, þrátt fyrir allt, þótt hann sé andstæðingur Arons, gæti verið til marks mynd þessa fólks af fortíðinni, átökum Arons og Sturlu. Þeir voru fóstbræður og eftirmála þeirra þegar allt garð gengið og ný bandalög tekin við af þeim fyrri. Að hinu leytinu svo frásögn Sturlu í Íslendingasögu til marks minningar úr annarri átt og hvora tveggju hafa þar að leiðandi nokkuð til síns ágætis. Það athyglisvert hversu mikið Sturla segir frá Aroni en þar koma Þórður, faðir hans og Böðvar einnig við sögu. Sturla gæti líka haft ýmislegt eftir Ólafi hvítaskáldi bróður sínum sem var skeið samtímis Þórði Kakala, Bárði og Aroni hjá Hákoni konungi Hákonarsyni. Vísa Ólafs Aron og jórsalaferð hans sem í Íslendingasögu, Aronsögu og flestum Guðmundasögum gæti verið frá þeim tíma. Málið snýst þá ekki einfaldlega rittengsl heldur fara tvennar frásagnir saman af þessum atburðum sem auk þess voru meiri háttar sakir og dómsmál sum hver. Takk fyrir.